Já, góðan daginn, verið hjartanlega velkomin í myndin okkar Sögu Sigmar. Í dag ætlum við að tala um Berlín og Berlínarmúrinn og hvernig það allt fór fram. En við skulum byrja á byrjun. Berlín, eitt sinn hjarta Þýskalands, varð vettvangur eins helsta tákns kalda stríðsins, Berlínarmúr. En hvernig kom það til að einhver helvítis múr var reistur í miðri stórborg? Og hvernig hafði hann áhrif á líf fólks? Til þess að skilja söguna verðum við að fara aftur til lok seinni heimsstyrjaldar. Árið er 1945. Seinni heimsstyrjöldin var komin á enda. Skrifað var undir friðarsamninga og heimurinn fagnaði lífinu og langþráða friðnum. En það leið ekki á löngu þar til að enn fleiri átök áttu sér stað og í þetta sinn snerist málið togstreitu milli kommúnisma og kapítalisma. Þetta þekkt í dag sem kalda stríð. Það var augljóst að þeir sem voru vinir í seinni heimsstyrjöldinni voru ekki endilega vinir lengur. Oft þegar talað kalda stríð, þá talað austrið á móti vestrinu. Í austrinu réðu Sovétríkin ríkjum og í byrjun kalda stríðsins var Nikita Khrushchev æðsti valdhafi eftir að Stalín dó árið 1953. Nikita var kommunisti og sagði þessa fræga setningu: Við munum jarða ykkur. Það var hann að benda til þess að kommunisminn myndi á endanum sigra kapítalismann, sem lýsandi fyrir þá stemmingu og togstreitu sem ríkti milli stórveldana. Í vestrinu voru stórveldi eins og Bandaríkin, Bretland og vestur Þýskalands í fararbroddi, þar sem var haldið upp á kapítalisma og lýðræði. Harry S. Truman var forseti Bandaríkjanna og hann átti stóran þátt í að móta stefnu Bandaríkjanna á móti Sovétríkjunum með kenningunni sinni sem fékk nafnið Truman-kenningin. Kenningin gekk beinlínis út á það að stöðva útbreiðslu kommúnisma í heiminum. En þegar maður fer svolítið svona að pæla út í þetta, fer maður svolítið að spyrja sig af hverju var þessi veggur byggður? Herru, býtu, ég að fá eirað. Já, Tinna Hjálmur hérna hinum megin við línuna. Yfir til þín, Tinna. Hæ. Já, hæ. Já, takk fyrir að fá mig. Tinna Hjálmur heiti ég og langaði bara að koma hingað og ég hef bara alveg rosalegan áhuga á þessu öllu tengt Berlínarmúrnum og ég bara... Já, svo að hún Tinna svolítið sérfræðingur í þessu öllu. Já. Og bara gjör svo vel. Já. Það ekki bara útskýra þetta fyrir stuttu máli? Já, bara hvernig þú sér þetta fyrir þér? Já, sko, lífskjörin í Austur-Þýskalandi voru náttúrulega mjög slæm eftir seinni heimsstyrjöldina. Austur-Þýskaland var undir kommúnistastjórn Sovétríkjanna og mikil fátækt ríkti þar eins og í Sovétríkjunum, eins og við vitum. Austur-Þjóðverjum var bannað að fara úr landi og Sovétríkin höfðu nánast lokað fyrir landamærin milli Austur- og Vestur-Þýskalands, sem var náttúrulega bara alveg aðeinslegt fyrir fólkið. Já, og fólk vildi ekki búa í Austur-Þýskalandi eða GDR, German Democratic Republic, eins og þetta var oft kallað og eins og ég myndi oft kalla þetta. Höfuðborg Þýskalands, Berlín, var staðsett þá í Austur-Þýskalandi. En þar sem að Berlín var höfuðborgin, þá skiptu Vesturríkin og Sovétríkin á milli sín. Fyrst var Vestur-Berlín skipt í þrennt, Bandaríkin, Frakkland og Bretland, og þau áttu öll hvor sinn hlut. En síðan sameinaðist borgin í eitt, alveg eins og Vestur-Þýskaland gerði. Margir frá Austur-Þýskalandi flúðu til Vestur-Berlínar og fóru þar síðan hvert sem þau vildu, sem var náttúrulega auðvelda leiðin, og gast léttilega komist inn í Vestur-Berlín frá Austur-Þýskalandi bara með því að labba yfir að taka lest. Og á árunum 1949 til 1961 flúðu 2,5 milljónir manns frá Austur-Þýskalandi yfir til Vestur-Þýskalands. Og mest af þeim voru bara fræðimenn, góðir verkamenn og mjög vel menntað fólk, svona mikilvæga fólki. Þannig Sovétríkjunum leist ekkert vel á þetta og
Þannig 13. ágúst árið 61 byrjuðu að girða fyrir landamærin hjá Vestur-Berlín. Í fyrstu var þetta bara girt með girðingu og gaddavír, síðan þróaðist þetta í 3,6 metra háan steyptan vegg með gráa súlu á toppnum til að koma í veg fyrir að fólk klifraði yfir hann. Þar að auki var gaddavír ofan á veggnum. Og Berlínarmúrinn var eiginlega 2 veggir og milli þeirra 100 metra einskismannsland eins og við sáum nú í fyrri heimsstyrjöldinni. Þar sem austur-þýskir hermenn með varðhunda vörðu landamærin í varðturnum. Hermennir áttu bara að skjóta alla sem reyndu að flýja. Takk fyrir þetta. Búið. Já. Tinna, já. Sverrir þurfti að fara að taka sér smá pásu, en ég heiti Emilia Thoraldsen og ég er komin hingað til að halda áfram með þessa umræði. En sem sagt, Berlínarmúrinn var byggður 13. ágúst árið 1961 og markaði eitt af mikilvægustu augnablikum í kalda stríðinu. Í fyrstu var Berlínarmúrinn bara veggur, en hann þróaðist með tímanum og varð yfir 140 km langur og allt í einu var komið rammvagn og vaktstöðvar. Múrinn og þær öryggisástæðanir sem fylgdu honum, svo sem landamærahindranir og vopnaðir varðarmenn, gerði það að verkum að margir reyndu að flýja yfir hann eða undir hann, en mjög fáir tókust það. Og mörg tilfelli flóttafólk enduðu með því að fólk var skotið af landamæraverðum. Talað að minnstakosti 140 manns hafi dáið einhvern veginn vegna Berlínarmúrsins. Múrinn eyðilagði líf margra. Fjölskyldur sundruðust og draumar Austur-Þjóðverja frelsi og betra líf urðu að engu. En það voru ekki allir sem gáfust upp á draumnum. Fólki notaði alls konar leiðir til að komast yfir múrinn, svo sem að grafa göng undir hann, stökkva byggingum eða að lauma sér í bílum og ferðatöskum hjá fólki sem var að fara löglega yfir til Vestur-Berlínar. Fólk frá Vestur-Berlín og utanaðkomandi löndum máttu ferðast til Austur-Þýskalands en ekki öfugt. Einn maður staðlæst og keyrði í gegnum vegginn með 25 manns borð. Einn frægasti flóttinn samt örugglega þegar 19 ára gamli austur-þýski landamæravörðurinn Konrad Schumann stökk yfir til Vestur-Berlínar 1961. 2 dögum eftir að það var verið að byrja að byggja vegginn. Þetta atvik náðist á mynd og nú sú mynd ein frægasta mynd frá kalda stríðinu. En hvað fannst fólki vegginn? Viðhorf fólks til Berlínarmúrsins voru mismunandi eftir því hvoru megin múrsins það bjó. Hvaða sjónarmið það hafði. Í Vestur-Þýskalandi og Vestur-Berlín var múrinn oft kallaður skammarmúrinn eða Schandmauer og var lítið á hann sem tákn kúgun og einræði. Fjölskyldur og vinir voru skyndilega aðskildir þar sem áður hafði verið frjáls för milli Austur- og Vestur-Berlínar. Þessi aðskilnaður olli sorg og reiði meðal íbúa í vestri. En í Austur-Þýskalandi var opinberlega haldið fram að múrinn væri andfasíski varnargerður. Antifasíster Schutzwall, eins og það hét á þýsku. Reistur til að vernda landið gegn kapítalískri hættu og njósnurum frá vestri. Þrátt fyrir þessa réttlætingu stjórnvalda upplifðu margir íbúar Austur-Þýskalands múrinn sem tákn fangelsum og kúgun. Lífsgæði í Austur-Þýskalandi voru lakari en í vestri sem leiddi til vonleysis og reiði meðal margra íbúa. Fall Berlínarmúrsins. Hann var rifinn niður 9. nóvember árið 1989 og þegar Berlínarmúrinn var felldur þá var talið tákn upphaf endalok kalda stríðsins og sameiningu Þýskalands sem var rosa stór hlutur á þessum tíma. Múrinn ennþá daginn í dag tákn bæði skiptingu og sameiningu. Og landamærin voru fyrst opnuð við landamærastöðina Bornholmer-Strasse. Múrinn var í gildi í 28 ár og skildi fjölskyldur og vini að í Austur- og Vestur-Berlín. Á meðan hann stóð féllu 138 manneskjur sem reyndu að flýja til Vestur-Berlín, þar af 86 af völdum skota. Áður en hann féll í nóvember 1989 hafði margt að gerst sem benti til þess að austur-þýsk stjórnvöld myndu berjast við að halda honum uppi réttum. Atburðirnir sem leiddu til falls Berlínarmúrsins tengdu ýmsum sögulegum tímamótum. Meðal þeirra var heimsókn Jóhannesar Páls, annars páfa, til Póllands árið 1979 sem var lykilpunktur í stofnun verkalýðsfélagsins Solidarność.
Árið 1985, þegar Mikhail Gorbachev tók við sem leiðtogi Sovétríkjanna, hófst ný stefna, þar sem afvopnunarvæðing og opnun á samfélagslegum kerfum varð að veruleika. Árið 1989, eftir langvarandi verkföll og mótmæli, var pólitískur ávinningur í Póllandi þegar stjórnvöld samþykktu frjálsar kosningar sem leiddu til nýs stjórnarblokka og opnun á samfélagsumræðu. Á sama tíma opnuðu Ungverjar landamærin sín með Austurríki og afléttu járntjaldinu milli landanna. Með því byrjaði að renna á milli Austur-Þjóðverja í Vestur-Þýskalands, sem leiddi til þess að Berlínarmúrinn varð einn af síðustu hindrunum fyrir frelsi í mið-Evrópu. Fall Berlínarmúrsins var ekki aðeins vegna beins þrýstings frá innanlandsleiðtogum, heldur einnig sem hluti af mikilvægum alþjóðlegum breytingum, þar sem Sovétríkin og Austur-Evrópa misstu tökin á eigin stjórn. Múrinn féll 9. nóvember 1989 sem tákn lok kalda stríðsins og upphaf nýs tímabils í Evrópu.